Kæru vinir, þá hún Signý Svala Sveinsdóttir, sem sérfræðingur í lyfjalæknum og blóðlækningum, ætlar að tala algengar storkutruflanir, delirium og segul. Gjörðu svo vel. Og takk fyrir að leyfa mér að koma og reyna að fræða ykkur aðeins hérna fyrsta smá. Svo þið kannski flest vita þá kem ég nú hérna og vinn alltaf öðru skoru á göngudeildinni á móti Friðbirni Sigurðssyni með móttöku krabbmeins og blóðsjúklinga. Og það er alveg frábært að koma hérna. En fyrirlestur, þetta er mitt hugðarefni. Þetta er að doktorsvartur mitt fjallaði bláæðasega, en ég ætla í dag að fara svona kannski, þetta er svolítið yfirlitsfyrirlestur, sum ykkur hafa heyrt eitthvað svipað hjá mér á læknadögum eða eitthvað annað það, en ég ætla fyrst að aðalega fjalla blæðingavandamál og svona blæðingar uppbyggslu, hvenær á að vinna upp og hvernig, og svo fyrir við alveg yfir í hinn endan og það maður sem bláæðasega, og svona, já, þessi blóðþynningarlyf, þá valmöguleika sem við höfum og svona praktísk atriði og svo fleira. En eins og við vitið að þá er blóðstokkan hárfínt jafnvægi, rosalega fullkomið kerfi í líkamanum. Þetta er jafnvægi sem er milli blæðingar og storknunar sem eru náttúruleg próf antikóagulanta að stýra. Og hvers kyns röskun á þessu jafnvægi leiðir til annaðhvort blæðingar eða óeðlilega storku eða sega þrombósu. Það er ekki meiningin að drepa ykkur hérna með svona myndum í dag, en það er samt ekki hjá því komist að benda á hvernig heimastæðin skiptist upp. Fyrst í prímir heimastæðin, þar sem að blóðflögurnar hérna eru í lykilhlutverki með öllum sínum viðtökum og þáttum sem að stuðla að því að við endaþarmsskaða loði sem tengist allar blóðflögurnar myndi blóðflögutappa. Það er fyrstu viðbrögðin við blæðingu eða endaþarmsskaða. Svo fljótlega eftir þá tekum við sekúndæri heimastæðin, þar sem að plasmakóagúlasón er í lykilhlutverki með öllum sínum storkuþáttum. Þið kunnið þetta, þessum að loka afurðinni þrombínið sem að síðan leiðir til fíbrilmyndunar sem að setjast utan blóðflögutappana og stabilisera. Það er svolítið mikilvægt að átta sig á þessum tveimur mismunandi mekanismum þegar maður er að vinna upp blæðingavandamál. Og truflun á þessu kerfi, það hefur fyrst og fremst áhrif á blæðingaprófum sem við þekkjum, ABTT og PT, sem að endurspegla plasmakóagúlasónina. Nú til þess að þetta gangi ekki bara áfram endalaust og þá þarf auðvitað alltaf að vera eitthvað feedback kerfi og það er náttúrulega antikóagúlasónin sem að tekur við og hindra frekari storknun og það er antiþrombínið mjög mikilvægt, hefur í langflestu faktorana 9, 10, 11, þrombín og faktor 7 aktiveraðan og svo þetta prótein C-kerfi sem að hefur endanum faktor 8 og 5. Og svo er það fíbrólísan sem tekur við til að leysa upp tappan eða segan. Nú, þegar við erum að hugsa blæðingavandamál og þá er einmitt þetta gott að skipta þessu upp í þennan prímera heimastað sem er blóðflögurnar eru aðalhlutverki og svo sekúndæri heimastað. Því að blæðingarnar geta verið aðeins mismunandi eftir hvar röskunin er. Og ef það er röskun í virkni blóðflaga eða einhverjum af þessu þáttum sem að stuðla að samlögun þeirra, þá fáum við gjarnan eins og slímhúðablæðingar, hvers kyns, nefblæðingar, blæðingar í munnholi, ríkulega tíðablæðingar, blæðingar með meðgönguvefblæðingar, hemotúríu og gastrointestinablæðingar og svo framvegis, gjarnan svona húðblæðingar. Ef það er í sekúndæri heimastað sem að plasmakóagúlasón og storkuþættirnir eru í aðalhlutverki, þá er það gjarnan meira eins og liðblæðingar, blæðingar eftir skurðaðgerðir, mjúkvöðvablæðingar og svona stærri blæðingar. Og það geta líka komið upp aðeins seinna eftir trauma eða til þess eftir aðgerðina. Nú af því að heimurinn er alltaf aldrei svartur og hvítur þá er þetta alltaf ykkur svona skörin hérna á milli og þetta alltaf alveg kristaltært hvað er að ræða.
Og hvenær ætlum við að rannsaka blæðingarhneigð? Og það er það sem skiptir langmestu máli eins og alltaf að það er saga sjúklingsins. Blæðingarsagan er það sem skiptir öllu máli. Við getum alltaf staðið oft fram fyrir að þurfa að meta þetta, þegar fólk er að fara í aðgerð eða eitthvað slíkt. En það eru einhver svona góða guidelines til þetta, þannig að það sem að við ráðleggjum náttúrulega ef það er blæðingarvandamál, það er náttúrulega að skrýna fyrir blæðingarvandamál í sögu sjúklingsins. Ef það er ættarsagt og sérstaklega fyrstu gráða ættingjum eða jafnvel fleiri annarra gráða ættingjum. Og svo náttúrulega ef það er fyrirhugaðgerðir sem nefndi, þá þarf alltaf að skrýna fyrir því og þá er náttúrulega ef sagan er grunsamleg, þá þarf eitthvað að skoða það betur. Ef það er einhverja afbrigðilega blóðprufu sem bendir til aukinnar blæðingarhættu, svo náttúrulega ABT og PT sem við náttúrulega tökum lang oftast. Og ef það er grunur blæðingarhættu, þá ef við höfum tíma, sem þá höfum ekki alltaf, þá er mjög gott að bíða aðeins með aðgerðina og reyna að vinna upp ef við höfum tekið það til þess. Stundum höfum við það ekki og þá getur það verið aðeins flóknara mál. En það er rosalega mikilvægt að reagera á svona sögu, blæðingarsögu. Og það er ekki óskar það að skurðlæknis að standa fram fyrir blæðingum í aðgerð. Nú blæðingarsagan er náttúrulega, það er svolítið maður þarf að taka struktúrera sögu, það er, förum við gegnum slímhúðirnar, spyrjum fólk blæðingar þar, við spyrjum blæðingu hjá konum, hvort það er blætt mikið í kannski við fæðingu eða eitthvað á meðgöngu, ríkulega tíðablæðingar, marblettagjafn, við komum fengið jafnskortagnablæðinga, ættarsagan og svo lyf. Og það er lyf sem eru gríðarlega mikilvægt að spyrja því að það er mjög oft að lyf valda aukinni blæðingarhneigð. Og það vill oft gleymast. Og það eru fjölmörg lyf sem að geta, þetta er nú bara stuttur listi yfir nokkur lyf svona algeng og það er alltaf eins og gefur augalyf, öll blóðþynningalyf, NSAID-lyf sem að geta valdið blæðingar og það vill oft gleymast, það þarf að muna eftir því að bara Ibuprofen og Voltaren og þessi lyf, það veit allir að það vill oft gleymast. Bara sýklalyf mörg geta valdið hástofnum í lengri tíma og fleiri lyf, listin er langur. Og þetta krabbameinslyf náttúrulega sem að geta haft áhrif á bæði fjölda blóða og effekt á blóðstokkunum. Þetta er svona blæðingarskor sem að ég efast að nokkur af ykkur hafi kannski séð, við notum þetta úti og ég er að reyna að innlega að við notum þetta þegar maður notar þetta svona byggt í huganum, en þetta er til þess að gera þetta nógu struktúrera þá er það þannig að maður spyrir náttúrulega bara þessi atriði sem ég nefndi áðan og svo er gefin ákveðin mörg stig fyrir hvert og þá hversu alvarlegt einkennið er og svo fær maður einhverja loka summu og ef að maður er með minna en 4 stig að þá er ólíklegt að það sé blæðingarvandamál en ef það er meira þá getur við ástætt þess að taka það eitthvað lengra í frekari uppvinnslu. Þetta skor var nú upphaflega þróað til þess að skilja fyrir von Willebrands en nú er þetta bara að nota þetta meira svona almennt. Hins vegar eru blæðingarvandamál gríðarlega algengt bara í frísku fólki, þannig að það að vera með eitthvað í blæðingarsögunni er ekki alltaf og vísir á að það sé vandamál. Þannig að það eru margir marbletti og með blæðingar á þess að vera með ykkur vandamál. Þannig að það þarf að hafa það í huga. Og þá getur svona skor hjálpa manni, eins og ég sýndi ykkur áðan. Þannig að það sem að maður kannski komið til skila er það að þegar við erum að vinna upp þá er það sjúkrasagan, aðallega blæðingarsagan, það er fjölskyldusagan, svo tökum við svona basic rannsóknir, eins og status náttúrulega skoðum fjölda flaga, ABT og PT, þetta er svona grunn uppvinnslan, kreatín, því að náttúrulega við tökum það svo sem alltaf en ef það er mikið nýtnabilun þá getur það valdið dysfunksjón á blóðfljóðunum. Ef þetta allt er eðlilegt, það er ekkert af þessu sem er til staðar, að það þarf ekkert að gera neitt frekar. Ef það er eitthvað af þessu óeðlilegt, að þá getur þurft að skoða það frekar og endilega að tala við storkusérfræðing í þeim tilfellum nema, já, þannig myndi ráðleggja það í framhaldinu.
Ástæður fyrir blæðingavandamálum geta verið fjölmargar, svo hefur komið fram. Það náttúrulega blóðflugubæði, gefur náttúrulega leið að við erum að fá blóðflugur, leiðir til aukinna blæðingarhættu. Hvers kyns truflun og starfsemi blóðflaga einnig. Og það getur verið nokkuð algengt í bara popúlusum að vera með svona svokallaða thrombosíta dysfunction. Það mjög svona loðinn hópur af kvilla í blóðflugunum, þannig að það einhvers staðar galli í annað samloðun eða milli blóðflaga eða hvernig bindast endóþelinu eða von Willebrand-faktor. Og þetta eitthvað sem maður getur grunað mjög oft, konur sem eru með ríkulega tíðablæðingar en kannski ekki beint með sjúkdóm. Þetta getur skarað svolítið við von Willebrand-sjúkdóm, sérstaklega típu 1 sem frægur. Og svo náttúrulega til bara mjög margar sjaldgæfar thrombosíta, margir hinna thrombosíta kvillar. Og svo náttúrulega áinu sem nefndi á lyfin númer 1, 2 og 3, með eftir því úremja í nýrnabilun og svo framvegis. Hérna hins vegar þegar truflun á prímerhemóstas, þá ABT og PT yfirleitt eðlilegt. En þarna það sagan sem gefur ykkur til kynna. Ég get ekki sagt það nú oft hversu mikilvæg sagan Ef ABT og PT eðlilegt, eins og í þessum prímera hemóstasa truflunum, þá gerum við stundum rannsókn sem kallað lokunartími. Það var eins og gerð blæðingatími, við erum hægt að nota hann svo óstandardiseruð aðferð, þannig að nú er þetta lokunartími og það þá skoðum við hvernig bara virkni blóðflagana Og ef hann lengdur, þá getur það bent á vandamál í blóðflugunum. Það hefur gott neikvætt fótsporgildi en það getur verið erfitt að túlka að það aðeins afbrigðilegt og þá kemur starfsæðans sterkum. Stundum getum við gert enn frekari nákvæmari rannsóknir á blóðflugur ef það eitthvað afbrigðilegt þarna. Já, ég ætla bara að koma frá. Tilfelli, 55 ára gamall maður sem áður hraustur, tekur engin lyf, fyrir nefbrótusaðgerð. Hann hefur haft vandamál með slímhúðablæðingar og hefur blætt ríkulega við tanntökur, blæði létt í tannholdi þegar hann er að bursta tennurnar og fær gert á margblettar nefblæðingar. Kannast við að hafa heyrt eitthvað svipað vandamál hjá móður sinni. Allar blóðflugur eðlilegar, óhætt að gera aðgerð á þessu manni. Hvað segir þið? Hvað defektið, haldið þið? Prímerhemóstas, þetta svolítið dæmigert. Við höfum örugglega tíma til að vinna þetta, eða ekki? Þannig að við skoðum til von Willebrand-sjúkdóm, thrombosíta dysfunction sem hann var með, en ef við hefðum ekki haft tíma, ef þetta var ekki einhver elektroproteinheprótisaðgerð, ef við hefðum ekki haft tíma til að vinna þetta, þá hefði maður samt getað ráðlagt að gefa lyf sem eykur virkni blóðflaga og minnkar fíbrínolýsuna líka. Þannig í þessu tilfelli fekk hann desmopressin sem eykur samloðun blóðflaga og hækkar aðeins faktor 8 reynda líka og tranexamsýru sem minnkar fíbrínolýsu. Þetta hefði maður þá gefið í sambandi við aðgerðina. Þetta hafði maður lent í að þurfa að gera. Og sekundærhemóstasin, það sem við erum aðalega að skoða truflun á storkufaktornum og hefur áhrif á ABT og PT. Og þetta svona bara mjög einföld skematísk mynd af öllum þeim storkuþáttum sem hafa áhrif á ABT. Og það náttúrulega blóðþynningarlyfin, eiginlega öll sem hafa áhrif á eitthvað þessu þáttum. Antifosfolípíðmótefni getur leitt ABT en hefur ekki áhrif á blæðingavandamál, eða ekki blæðingavandamálum, heldur verið öfugt meira þrombósum og hemóbíljur sem eru alltaf mjög sjaldgæfar, von Willebrand-sjúkdómi típa 3 og svo bara skortur á öllum þessum faktorum, kongenital eða af einhverjum öðrum orsökum, skortur á fíbrumgin og DSI getur líka náttúrulega valdið lengingu ABT. Áhrif á PT, það aðalega faktor 7 og svo niður þar sem hefur áhrif á PT, það sama þar. Það blóðþynningarmeðferð aðalega með varfaringu sem K-vítamín.
Þrombinhefnar, eða flest hinn sem líka sem náttúrulega antibaktur 10 hennar. Lifrarsjúkdóma sérstaklega þarna malarsótt sem kemur inn þar sem við sjáumst endurspeglar truflun á PT, K-vitaminskortur og svo congenital faktor 7 skortur. Þess að þetta byrjar allt hérna. Og svo DSI líka. Meðfæddir blæðingasjúkdómar eru gríðarlega sjaldgæfir og við erum að tala bara upp á einstaklinga. Við getum nánast fullyrt að Páll Torfi þekkir atriðsmið öllum þeim sem eru með dreyrasýki á Íslandi. Þetta eru það fáir einstaklingar. Nú upplýsta hér, hún getur verið mjög praktískt að hérna skoða APTT og PT sem er eins og segja endurspegla sykurhimnustæðan. Mixing study sem er alveg ótrúlega einfalt þó en segir okkur rosalega mikið. Er það sem við notum kannski mest þegar við sjáum lengingu á annarkvort APTT og PT, stundum eða PT aðalega APTT og þá er þannig að maður tekur sem sagt plasma á sjúklingnum, tekur síðan eðlilegt plasma blandar í rétt sömu hlutföllum og ef að það er sem sagt skortur af vanvirkna storkuþætti þá leiðréttist APTT þannig að hann fær alltaf að þess að storkuþætti með eðlilega plasma. Hins vegar ef það leiðréttist ekki þá getur það bent til þess að það sé einhvers konar mótefni til staðar hjá sjúklingnum. Við getum náttúrulega mælt ákveðna storkuþætti, við getum mælt fíbrinogen og svo von Willebrand faktor. 43 ára gamall maður, það sem við byrjum að gera mjaðmaraðgerð vegna kapotnekrosu, aldrei verið ópererar blæðir þó að lengi þennan sker sig hefur blætt óvenju lengi eftir eina tanntöku. Það er engin ættasaga. Freyjablóðprufu sýndu APTT 67 aðeins lengt, þitt var eðlilegt. Er í lagi að gera aðgerð? Hver eru næstu skref? Nú við gerum náttúrulega þetta dásamlega próf, mixing próf og APTT normaliserast. Hvað er þá eðlilega að gera aðgerð? Von Willebrand faktor eðlilegur. Þannig það er sennilega að því að normaliserast þá hlýtur að vanta eitthvað í plasmað. Faktor 8 var eðlilegur. Sem er svona það sem við byrjum, það er algjörnasti skorturna og faktor 9. Hjá þessum manni var enda með skort á faktor 9 og reynda líka á skort á faktor 11, mjög óvanlega. En hann var sem sagt með meðal alvarlega hemofílíu B og mynda hemofílíu C. Þannig að hann fekk meðferð með faktorkonstantið bræði. Þannig að meðferð við blæðingum er náttúrulega fyrst og fremst það er alltaf að bæta prímuhemóstasin alveg saman hvort defektin er. Við gefum flögur eins og við á, gefum desmopressin, stundum sem við gefum von Willebrand faktorkoncentrat ef það er skortur af því. Mjög sjaldan gefum við aktíveran faktor 7. Og svo að bæta plasma kókus með sekundærhemóstasin, plasma sem við notum nú orðið mjög lítið, en alltaf við þetta eru konur. Notum miklu meira hérna faktorkonstantið eða 8-plex prothrombin komplex, það sem eru allir aðalega K-vitamin hafa þættirnir og svo gefa K-vitamin. Og það sem er kannski mikilvægt hér að benda á er að þegar það er eins og þeir sem kom inn með varfarinblæðingu þá er mikilvægt að snúa við virknum varfarins strax og þá gefum við ekki plasma, við gefum 8-plexis prothrombin komplex. Það virkar á 10 mínútum. Það þýðir ekki að gefa bara K-vitamin því það virkar eftir kannski 8 til 14 klukkutíma. Þannig að ef maður ætlar að snúa við strax þá þarf að gefa 8-plex, það er hins vegar hægt að virka eftir cirka 12 tíma. Og þegar það hættir að virka þá tekur K-vitamini við. Þannig að þetta er tvennt sem þarf alltaf að gefa saman í alvarlegum blæðingum. Og svo reynum við að minnka fibrólísu með til dæmis síklókarboni. Annað tilfelli, 63 ára gömul kona með lúpus, byrjaði að gera hysterektómíu og með svona nokkurn veginn eðlilega blóðprufu, svona anemísk en APTT 73. Það er nú. Það er ekkert óvælt í blæðingasögunni, við náttúrulega spurðum við að því þetta saman. Farið aðgerð eða verið allt í lagi, meðgöngur og allt saman verið í lagi. Og við skoðum
gamalt ABTT sem var eðlilegt fyrir 2 árum síðan, þannig að það er ólíklegt að sé einhver congenital storkuþáttaskort. Og við gerum þá mixin próf sem sýnir enga leiðréttingu á ABTT. Þannig að nokkurinn ekki með skort af einhverjum faktorum. Hún var jákvæð fyrir lupus anticoagulant sem að heldur ekki blæðingarhætti heldur frekar trombósahættu. Og hún þurfti þarna frekar lengri prófílaxa, blóðþynningaprófílaxa. Og það er alltaf, það sem í sögun, alltaf hún er með lupus, þetta hangir oft með lupus, rauðum úlfum. Annað tilfelli, 67 ára gamall maður með blöðruhálskirtilskrabbamein með meinvörpum. Kemur inn á bráðamóttöku með spontant blæðingu eða hematóm á nokkrum stöðum. Það er svolítið svakalegt. Lengingu ABTT, en annað er svona nokkuð eðlilegt, það er svolítið anemískur en ekkert annað svona sérstakt, engin fyrri ABTT er til og það er ekkert sérstakt í fyrir blæðingasögu, þannig að það er ekki nokkur mínútur yngri og það er ekkert verið neitt óeðlilegt. Hvað gerum við nú? Mixing. Og það leiðir ekki eftir. Einhver lyfjum? Nei, einhver lyfjum. Meðgrein faktor 8. Það að ABTT leiðrétt stefnir ekki til þess að það sé sennilegur mótefni til staðar. Það er ekki lupus, hann er með blæðingu, þannig að hann var það með lupus anticoagulant, en hann er með skort á faktor 8, hann er með mótefni sem er mótefni gegn faktor 8 áunnið. Þannig að þetta er áunnin hemofílía, sem er mjög sjaldgæft, en maður sér einstaklega sinnum, maður sér nokkuð sinnum hérna heima. Þekktist það skurðins? Já, prostatakanser, það er eitthvað sem maður getur, sérstaklega áunnin hemofílía er algengust með eins og gigtarsjúkdóm, með einhverjum svona vaskulitum eða eitthvað slíku, eða svona, já, autoimmuniteti og svo kanser. Það er svona algengast. Það er bara mun eftir þessu. Nú, það er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega mjög sjaldgæft og meira kannski því eldri sem mann er því líklegra. Og blæðingavandamál eru svolítið öðruvísi heldur en í congenital hemofílíu. Eins og í congenital meira svona liðblæðingar og slíkt, en þetta er meira svona eins og bara subkutan blæðingar eins og sá á myndinni. Og svo er lokin eitt blæðingartilfelli viðbúið 33 ára gömul kona fyrir elektíf laparoskópísk kólesystektómía vegna gallvandamála. Og hún hefur verið með jafnskotsanemíu á unglingsárum, líklega vegna vikulegra tíðablæðinga og þá var INR svolítið leitt, 1,7 var ekkert skoðað frekar. Það er eðlilega meðgöngur og fæðingar án vandræða. Hún er með lengi góð PT eða INR sem sagt. Hvað gerum við þá? Er eitthvað skortur hérna á storkuþáttum? Það getur verið. Þetta eru þessir storkuþættir sem hafa áhrif á PT. Og þetta er strax yfir kannski K-vitaminskortur. Það fengið K-vitamin í nokkra daga og gerist ekkert. Getur verið malabsorption, gallsteinn, eitthvað slíkt. Það var ekkert svo leiðis. En faktor 7 mætist. Þegar maður sér PT-lengingu eða INR-lengingu, alltaf hugsa fyrst K-vitamin H-þættina. Það eru þeir þættir, faktor 7 og þessi 10, 9, 7 og 2. Það eru svona þessir helstu þættir. Hún var með congenital skort á faktor 7 sem var mest lengingu á faktor 7 hérna fyrir einhverjum árum síðan. Það er mjög sjaldgæft, en ég held að sé enginn hérna á Íslandi núna með faktor congenital. Já. Þetta var, hún var að fara í hérna, já, elektífa laparoskópíska kólesystektómíu, en ég held að það sé nú ekki gert rútínu sko ABTT og TT manni þar fyrir svoleiðis ákveðið. Það hefði verið gert bara hérna fyrir. Jú, hún hefði verið með náttúrulega eitthvað í blæðingasögunum. Það hefði verið með væga jafnskotsanemíu. Og svo sást hérna gamalt lengt INR. Jæja, þetta var þess að það var hreitt. Fara þess yfir á hinn endan. Bláa þess að sjúkdóma.
og það kannski meira mitt höfuðefni sem ég hef verið að rannsaka. Og eins og við vitum þá alltaf bláæðasegar, djúpir segar í bláæð geta verið allt frá einkennilausum segum upp í hættulega lungnaembóljur sem valda skyndidauða og getur haft að fyrir með sér mjög svona mikið komorbiditet, króníska lungnaháþrýsting, post-thrombotic-syndrom og svo framvegis. Og allir áhættuþættir tengjast í raun og veru þessu þremur atriðum, það er að segja virkóstríð, það er að segja eitthvað sem veldur æðaskaða, eitthvað sem hefur áhrif á kóagúlasjón, veldur hyperkóagúlasjón og svo venustasi. Þetta, allt sem hefur áhrif á þetta eru raun og veru áhættuþættir. Og þeir geta verið fjölmargir, náttúrulega sérstaklega aðgerðir og malignitet sem eru mjög sterkir áhættuþættir, hormónaskortur, alltaf argengar kóagúlasjónstruflanir, antibósolípumótefni og svo allt sem veldur venustasa eins og immobilisering, að vera í yfirþyngd með hjartabilun og fleira. Þetta þekkið við nú. Og argengar truflanir, það skortur á antikóagúlasjonsþáttum, geta náttúrulega valdið við skilna fyrir nokkrum þeirra sem við þekkjum og það er antitrombin mjög sterk, alvarlegur, getur valdið alvarlegri truflun, sjaldgæfur samt, skortur á antitrombinni, prótein C og prótein S. Protrombin genmutasjón sem við skrýnum alltaf fyrir, þetta er allt saman hluti af þessum bláæðasega neða pakka sem við getum gert. Og svo APC viðnám eða það sem við þekkjum sem factor von Leydens mutasjón, ýmist arflektin eða arfhrein. Það er langalgengasta mutasjónin eða congenital truflun. Þetta er tiltölulega algengur sjúkdómur, við sjáum þetta mjög oft, cirka 1 til 2 af hverjum 1000 sem eru að fá djúpum þrombósur og aðeins svona 0,56 af hver 1000 lungnaembóljur og áhættan eykst gríðarlega með hækkandi aldur og sérstaklega eftir 60. Þetta er sjúkdómur sem við sjáum að það er aldrei í börnum nema við sérstakar aðstæður og maður getur svo að leikið sér að tölum að 50 ára gamall maður hefur cirka 0,5% líkur að fá bláæðasega meðan 80 ára gamall maður hefur 10% líkur, þannig að það bara eykst þarna gríðarlega á eldri árum. Það sem við erum að gera með því að blóðþynna fólk er alltaf fyrst og fremst til þess að minnka residív, við náttúrulega sem hver er residív hættan þegar að fólk hefur lokið blóðþynningameðferð og það hefur áhrif á meðferðarlengdina. En residív hættan er almennt svona 3–10% eftir að fólk hefur lokið blóðþynningameðferð, þetta er töluvert mikil áhætta, þannig að það að hafa fengið blóðtappa einu sinni er mjög stór áhætta, þannig að þegar koma fleiri aðrir þættir inn þá getur það haft áhrif á það að fólk þarf að vera langtíma þynningu. Og idiopatísk eða trombósa án einhverja klárra áhættuþátta hefur alltaf meiri áhættu á endurkomu. Maður skal taka þær alvarlega heldur en þar sem eru til dæmis með greinilega einhvern svona tímabundin áhættuþátt. Og það hefur svona cirka 2-falt meiri áhættu á endurkomu. Nú meðferð bláæðasega fyrst og fremst þess að koma í veg fyrir prógress og þar eru blóðþynningalyfin það þeirra tilgangur að koma í veg fyrir prógress eða að það verði segarek. Stundum getum við fjarlægt segan með þrombolísu eða bara þrombektómíu og svo getum við sett stundum vena kafa filter þess að þá erum við að koma í veg fyrir embolíseringu. Í vissum tilfellum myndum maður vilja gera það, eins og sem við að gera það er þegar maður getur ekki sett inn blóðþynningu eða fólk er að fá trakt fyrir blóðþynningu, segja. Þetta er svona líka bara svona tölur hvor áhættan er á endurkomu og það sem kannski skiptir máli hér er að einmitt þetta með sjálfsdottinu idiopatíska trombósu að þar er áhættan töluvert meiri. Þegar fólk er á þynningu þá er endurkomuhættan mjög sjaldgæf, undir 5%. Og það er meiri áhætta ef maður er að proximal trombósu heldur en distal.
og þá meðhöndlum við það yfirleitt lengur heldur en fyrsta skiptið. Blóðþynningarlyfin sem við erum með, það eru náttúrulega heparín sem hefur áhrif á, virkar í gegnum antiþrombín og reyndar beint á þrombinu líka. Og svo það K-vitamínin sem hefur áhrif á K-vitamín H-þættina og svo það 9 lyfin sem reyndar ekki fondaparin og beinu antifaktor 10 hemlarnir og svo dabigatran sem er þrombín hemill. Og já, ég ætla svo sem að fara í gegnum þessi lyf, en ég ætla að minna ykkur á að minnka ef við erum að nota létt-heparín eða létt-heparín aðalega eða fondaparin að minnka skammtana við nýrnabilun GFR undir 30 sem gleymist. Og það svo sem ekki maður þarf ekki að tala mikið þetta lyf sem við elskum og höldum líka, gamla rottueitrið sem við byrjum að nota milli 1950–1960, þannig að við erum með gríðarlega langa, við erum með 60 ára klíníska reynslu af þessu lyfi og þekkjum bara vel, við veitum nákvæmlega hvernig við bregðast við í blæðingum, við erum teljum okkur nokkuð öruggari í notkun þess, en vandamáli eins og við vitið náttúrulega þetta með að það með þröngur meðferðargluggi INR sem endurspeglar náttúrulega virkni varfarins hefur bara liggja yfirleitt á milli 2 og 3 í nánast öllum ábendingum. Þannig að það mjög, ef við erum undir 2 þá eykst þrombósuhættan ef við erum yfir 3 þá ber blæðingarhættan aukast verulega. Þannig að það þessi þröngi meðferðargluggi. En sem betur fyrir erum við með mjög góða náttúrulega sigavarnir og Landspítalanum og hér. Þannig að langflestir eða 75 til reyna að vera meira, 80–85% liggja þarna á þessu meðferðarbili. Vandamál er mikla villiverkjanir við lyf og fæðu og blæðingavandamál sem eru þá oftast í meltingarveginum en geta verið náttúrulega hvar sem er. Og það eru náttúrulega þessir áhættuþættir sem koma inn í háraldur og rokkandi INR, háþrýstingur og svo fleira. Blæðingarhættan eykst gríðarlega eftir 80 ára aldur og það sjáum við þessu riti að það eykst með hækkandi aldri en alveg stórhækkar eftir 80 ára. Og það að hafa það í huga þegar við setjum gamla fólkið á varfarín og alltaf bara blóðþynningu yfir höfuð. Þetta sem ekki bara við varfarinu. Og við getum stundum nota svona skor, hassflett eða hemorrhoids, þá gefum við stig fyrir ákveðna áhættuþætti og þá getum við að meta hver blæðingarhættan. Maður skal samt fara varlega að nota svona skor ef maður ætlar að nota það til að meta hvort viðkomandi ætti að fara blóðþynningu eða ekki, en þetta getur gefið manni svona góða hugmynd. Og þetta TTR eða Time Therapeutic Range, það að segja innan þessa meðferðarbils. Þetta þetta mynd úr Reliance-stúdíunni og þetta bara þess að benda á að við erum 77% í Skandinavíu. Við erum langhæst, við erum að ná að halda fólkinu langhæstu. Og það rannsóknir hafa sýnt að það náttúrulega bara öfugt samband á milli TTR og hættunar á blæðingu eða segum við verkar í meðferð. Og 9 blóðþynningarlyfin, eða 9, það ekki svo 9 lengur. Það var fyrst dabigatran sem sértækur þrombín hemill sem kom á markaðinn. Fljótlega eftir það fóru svo koma þessi beinu afturkræfi sértæku faktor 10A hemlar, rivaroxaban eða Xarelto og apixaban og svo núna síðast etoxaban. Ég hef alltaf sagt að stundum vilja fara sumir vilja fara í varfarinliðið og aðrir vilja fara í nýju blóðþynningarliðið, það að segja með á móti, en ég held að þetta sé bara frábær viðbót við það sem við höfum haft varfarin öll þessi ár og þetta er bara lyf sem við þurfum að velja sjúklingana vel fyrir og þá líka við varfarina. Þannig að þetta bara hjálpar okkur að klæðskera sauma meðferðina frekar. Skulum hafa í huga kostnað fyrir sjúklingana, nýrnastarfsemi og blæðingarhættu. Þau eru flest með sömu indikasjónu fyrir notkun.
ætla að hlaupa bara yfir þetta og svona. Það voru stórar rannsóknir sem komu fram sem sýndu, fyrst, ég hef náttúrulega gert grín að því, fyrst, það voru eiginlega bæklarlæknar sem fengu nota dabigatran fyrst. Þegar það var fyrsta afbygging var prófylaxi eftir hné- og mjaðma aðgerð. En þetta eru ábendingar, það við prófylaxi fyrir afíp, ekki lokusjúkdómum og náttúrulega prófylaxi fyrir endurteknar bláæðasega og náttúrulega bara meðferð bláæðasega. Það eru öll þessi lyf með sömu ábendingar. En það sem hefur komið núna upp á síðkastið það sem við höfum verið alltaf að velta fyrir hvort að nota þetta í krabbameinssjúklingum. Og það var eina lyfið sem hefur gerð rannsókn á því edoxaban, þetta nýjasta af þessu lyfum. Og það hefur verið sýnt að það non-inferior, við notum alltaf enoxaparin hingað til, að það non-inferior við það í heildarútkomunni. Það voru færri endurteknar og bláæðasjá, en aðeins meira blæðingum en loka heildarútkoman var non-inferior. Þannig að mér skilst að það sé alveg hægt að heimfæra þetta á hin lyfin líka, sérstaklega rivaroxaban. Maður myndi kannski velja sjúklingana aðeins þarna, krabbameinssjúklingana, ekki kannski setja þá sem eru með GI-túmóra eða kansa. Þannig að það meiri hægt á GI-blæðingum með þessum nýju lyfjum með við enoxaparinum. En ég nota þetta stundum. Það þetta sem alltaf vandamáli. Hvað gerum við þegar þið blæða? Við höfum ekkert antidót eða mótefni. En við notum alltaf það sem við höfum próframbokomplexi, við höfum tranexamsýru, við notum það sem við höfum, en auðvitað vitum við ekki alveg heldur hvað við erum að gera, við erum bara að reyna einhvern veginn að bæta heimastassa, en ekki spesifískt. Bara rétt svona praktísk atriði varðandi meðferðina. Að stundum getur verið nauðsynlegt að gefa lyfjabarinn fyrstu dagana og sjúklingur á bara hreyfa sig eftir getu, jafnvel þótt að sé lúnaembólía nema alltaf að sé massi lúnaembólía. Og það sem ég ætla að hamra á hérna notkun teygjusokks við djúpvinni þrombósur í baklimum. Gríðarlega mikilvægt til að minnka líkur á eftirsega heilkenninu eða post-traumatic syndrome og fræða sjúklinginn. Spurningin ef það ekki klár á þetta, eigum við að skrína fyrir malignantveiku. Almennt gerum við það ekki, en það er að gera svona léttari skrýning, þar að segja við skoðum sjúklingum, við trefum brjósti á konum, spyrjum svona malignantveiksögu, einkenni, lækkað hemóglóbín, grunur GI-blæðingu, ristir krabbamein eða eitthvað svoleiðis. Og eins líka ef það er djúpvinni þrombósa á óvenjulegum stöðum, þá getur það verið indikator fyrir svona smá skrýn. Post-traumatic syndrome getur sést hjá töluvert mörgum sjúklingum eftir bráða DFT. Þetta eru bara skaði á bláæðakerfinu og getur valdið miklum óþægindum, það getur valdið krónískum hnúð, æðahnútum, húðbreytingum, fótasárverkjum og þetta getur verið skert mjög lífsgæði hjá fólki. Þannig að það er þetta með teygjusokkin sem er gríðarlega mikilvægt því að með því að nota hann þá minnkum við líkurnar þessu helming. Og ég ráðlegg alveg minnstakosti 18 mánuði. Meðferðarlengd er mismunandi, yfirleitt ekki minni en 3 mánuðir, en við proximal eða lúnaembólium að minnstakosti 6 mánuði, stundum lengri, getur við þurft að gefa lengri meðferð. En aðalatriði kannski ef fólk vera á ævilangri þynningu eða langtímaþynningu, það er að endurmeta alltaf árlega, ekki bara setja fólk á blóðþynningu og svo segja og svo kveðið það, heldur alltaf að meta það árlega hvort að ég halda áfram eða ekki, aðstæður geta breyst. Eða fórstöndingar geta breyst. Og svo bláæðasegar og krabbameinum, 7–12% sjúklingum eru með undirliggjandi krabbamein sem greinast með djúpvinni þrombósur. Og léttjabarinn hefur verið bestu kostur, núna erum við aðeins fann að geta nota edoxaban eða rivaroxaban. Og alltaf meðhætla alveg meðan að fólk með aktíft krabbamein eða greinast með þrombós með krabbamein, þá meðhætla með aktíft krabbamein. Og svo þessi nefnda áðan með að hafa ákveðna þætti í huga. Svo getum við fengið þrombós þar sem handleggi, sýnisþrombósu, mesenterial bláæðar, portal og svo framvegis.
og ef að slíkt þá alltaf eitthvað undirliggjandi trombofília eða kanser eða eitthvað slíkt og bara hafa það í huga og það bara að skoða það eitthvað nánar. Eigum við að meðhöndla incidental, þar sem við sjáum bara incidentalt á rannsókninni CT og það almennt mælt með því að gera það. Það er alltaf ykkur sem greinast með þetta bara incidentalt. Og við meðhöndlum bara eins og þetta væri fersk trombósa yfirleitt. Tromboflebitis í yfirborðsbláa meðhöndlum við stundum bara með hýrodóidkremi en oft setjum maður fólk sérstaklega ef það smá ykkur segi í yfirborðsbláa þá setjum maður fólk á léttheparín í kannski nokkra daga eða jafnvel á mánuði, allt eftir hversu mikið það og hversu mikil einkennin eru. Og svo að lokum þá spurningin hvernig eigum við að gera bláa að segja nei það rannsóknir. Hvernig eigum við að meta? Ég held að áður fyrir var rosalega mikið gert það, nú erum við farin að vera aðeins selektífari á það því að það þarf alltaf að spyrja sig þessa spurning hvort að niðurstaðan breyti meðferðinni. En almennt ráðleggjum við að gera það á ungu fólki sem fær trombósa sérstaklega án skýringa eða mjög sterk ættasaga eða eitthvað fyrri saga eða óvenjuleg staðsetning á trombósnum og það ekki eitthvað malignitet. Almennt gerum við ekki á mjög eldra fólki en þetta svona þættir til þess að hafa í huga. Og ef við ætlum að gera það þá helst að gera áður en við byrjum með varfarinni, það þá hægt að gera, maður þarf bara að taka það með í reikninginn, en það almennu misskilningur að léttheparín hafi áhrif á niðurstöðu bláæðasegan eða það gerir það ekki. Það skiptir engu máli hvort að fólk byrja á léttheparín eða ekki. Við tökum þessar pröfur. Ef þeir eru vandræðum þá bara endilega bara hringja og fá ráðgjöf. Það kannski einfaldara bara að panta það, en það alltaf kostar. Og tíminn búinn, ég ætla bara aftur að undirstrika það að meta, þegar fólk sett á blóðþynningu, að það að meta, hitta kannski sjúklinginn aftur eftir kannski 3-4 vikur, sjá hvernig gengur, einkenni gengur tilbaka, hvernig gengur með blóðþynninguna, teygja okkur og svona fara yfir þessa þætti og svo meðferðarlengda áætla hana. Og svo lífslöng meðferð alltaf meta sjúklinginn. Það er alltaf fylgist með nýrnastarfseminni og náttúrulega hvort það komið nýjir átuþættir fyrir blæðingu. Ég segi sjaldan við fólk að það komið til að vera ævilangt á þynningu, ég tala langtíma þynningu sem endurmetist einu svona ári. Og ég vil að skamast mig fyrir að sýna að þetta eru klínískar leiðbeiningar bláæðasegajsjúkdóma. Við erum að reyna að uppdatera þessar leiðbeiningar, það búið að taka svolítið langan tíma. Það koma nú endan, það inn á Landspítala og þá verðum við með þessar klínísku leiðbeiningar. Já, takk. Það er spennandi. Takk fyrir sýningin varðandi. Nett byrja alltaf í gamla, nú byrjar eina sem þú skoðið á krabbameinssjúklingum. Það eina rannsóknin sem hefur spesifískt verið hönnuð til þess að skoða hjá krabbameinssjúklingum. Rivaroxaban var lítið subgrúpa í rannsókninni hjá þeim þar sem við tóku út krabbameinssjúklinga. Það var vísbending að það væri í lagi en það var ekki nóg margir til þess að geta dregið alveg ályktun en þetta er svona svo rannsókn sem hefur verið sérstaklega hönnuð. Og væri nú notaður lægri skatt eins og 30? Ekkert endilega, nei. En það er náttúrulega svo þarna, maður þarf alltaf auðvitað að gefa krabbameinslyf, þá þarf maður að passa, hvað trombósa finn ég eftir þennan tíma, þannig að kannski ég geti segja að það eigi alltaf við að nota hjá krabbameinssjúklingum, en það er möguleiki, þeir sem eru stabilir í gildómsum og með nýrnastarfsemi í lagi. Ég var að velta fyrir mig trombósapróflax, ég var oft spurning það, eftir aðgerð. Hversu löngu á hann að vera aðgerð þessu eftir mjaðmaaðgerð? Já, það er eftir, 6 vikur. Það er það sem er, eftir mjaðma sérstaklega, þá er það 6 vikur. Hnéprótesur, þá er þetta, og aðrar aðgerðir svona oft kannski 10 dagar eitthvað svoleiðis, en ef fólk er með
aðra undirliggjandi áhættuþætti eins og það með faktor 5 lætin í homozygót formi, ekki endilega heterozygót eða sögum fyrir þrombus eða eitthvað slíkt, að þá á að gefa lengri prófílaxa 3 til 4 vikur. Það er mjög mikilvægt að þetta sé skoða aðra þætti hvort að þið sé ástætt til að gefa lengri prófílaxa. Svo þetta, Já, þakka fyrir frábæra fyrirlestur. Við sýnum að fá fólk inn með djúpari þrombosur í neðri illum og þá það kannski langt upp í eina femóris og jafnvel fyrir líkamenntum þungunarinn. Og þá höfum við verið að hringja suður og tala við æðaskurðlækni og að gera embolektómíu. En það er ekki full ástæða til að gera það. Algjörlega, og ég held að við sem Það er hægt og gott. þrombótísku syndrómi og það er það sem ég held og það er sérstaklega fyrir sunnan. Ég held að við sé ekki nógu duglega að skoða þennan möguleika. Það er alltaf strax bara að gefa öllum léttheparinn og þá er maður svolítið búin að eyðileggja þennan möguleika. Það er til að þröngur gluggi að gera þetta. Maður hefur svo sem 2 vikur kannski til þess að gera svona þrombektómíur en líka ef maður þarf að gefa þrombolísu þá er maður búin að eyðileggja það með því að gefa léttheparinn. Ég er alveg þá, ef það er svona massífir, líka náttúrulega á líka við sjöðulembóljur, að setja jafnvel bara upp ófraksjonerar heparinn. Og meðan maður er aðeins að átta að sjá hvort að sjúklingunum geti verið kandidát í þrombolísu eða eitthvað annað. En einmitt heyra í æðakirurgunum, invasífu röntgenlæknum sem að margir gera þessar þrombektómíur áður en að maður tekur ákvörðun. Ef þú byrjar með léttheparinn, er þetta skenna einhvern veginn? Þrombolísu, já. Þrombolísu? En já, yfirleitt. Ef þú þarf að gefa þrombolísu strax, sko. Ef þú ert búin að gefa skammt léttheparinn, það er eitthvað áhrifin á þrombólísu? Nei, náttúrulega bara eykst blæðingarhættan töluvert. Almenna blæðingarhættan. Það gerir þetta erfiðara, ég ætla ekki að segja að það sé algjörlega búið að eyðileggja, en það gerir þetta erfiðara, sko. Ef þessi möguleiki liggur í loftinu, Já, ég myndi alltaf gefa bara hleðsluskammta heparinni, venjulegu, og þetta kannski dreipið með maður, og þetta er náttúrulega alveg þá sem eru sem er söðulembóljur, sem er kannski hemodínamískt óstabilir eða eitthvað svoleiðis, en já, ég held að... Ef við erum að reyna að ná í æðakjörum fyrir svona, við höldum að þetta sé möguleiki, eigum við þá að bíða með að gefa heparinu? Sko, maður hefur alveg það er alveg hægt að, ég ætla ekki að segja að það sé, sko, með akkurat svona tilfelli, þá getur alveg gefið léttheparinn og þarf þetta að gefa þetta á morgun, það er alveg hægt. En það er kannski aðalega að þú ert með svona, þú ert með lífshótandi, þú ert með söðulembóljur eitthvað, þá aðeins að staldra við. En allt í lagi með þessar, Alltaf gefið venjulegt gamaldags heparinn. Það er hægt að reversera því. Akkurat, og þú stoppar það er mjög fljótt að við stuttan helmingunartíma. En ég held að við svolítið, heparinn er bara, það er útrúlega gott í ákveðnum aðstæðum og við erum svolítið bara hægt að nota það. Gamla heparinn. Já, það er alveg hægt að nota. Með þessar fangablöfita og léttheparinn. Já. Jú, ég hef gert það. Má bara skjóta inn í einu bara þessu ykkur því að superficial vena sem heitir vena superficialis í fótum er djúpvenna. Röntgenlæknar eru að muna eftir því að nota aðra terminológíu. Þið getið fengið röntgen sem stendur á stór þrombus í vena superficialis. Á superficial þrombosa, nei, það er djúp þrombosa. Mjög lógískt, passið bara á því. Þetta er mjög erfitt. Já, ég er bara þegar það er að tala um æðakirurgu fyrir svona, ég held að segja jafnvel stundum fleiri æðakirurgu en normal. Já, ég var að hugsa á þegar við vorum að tala um þetta. Það er ekki best. Nei. Og lók Ég var bara að hugsa með þessi lyfin eins og Frataxa, þannig að það setja ekki mjög að það strax bændar. Já, einmitt, akkurát. Það er þetta komið antidót fyrir alla X10, það er grein í New England februar. Það er náttúrulega ekki búið að skráða verið. Það er ekki búið að skráða. En það er bara handað við hóðin, þetta er bara... Það er mín náttúr í Ríkos. Já, akkurát. Það er alveg. Já. Mér nokkar að spyrja, sko lokmeðferðar, nú eru við sker ekki með móttöku við það sérstaka,
Og menn eru svona svolítið svona, þetta er svona næstum eins og senu þarna, þetta grínsenu með Jón Ignars og svo Rúsbúkar, þú veist, fólk sem segir 3-6 mánuðir, og svona, fólk er svolítið erfitt með að ákveða hversu lengi. Já. Það var tíma, einhverja greinar að væri þetta að nota tímar við lok meðferð til að athuga þrombósupróf. Er það eitthvað sem þú notar? Ég gera það stundum, en ég gera það ekki mikið og það hefur einhvern veginn ekki alveg, það hafa verið rannsóknir sem sýnt að það sé hafi fósturgildi. En svona í rútínu hefur það ekki verið gert. En ef ég stundum mér ykkur vafa, þá læt ég að hjálpa mér. Sko eftir meðferð dúprunaþrombósu einhver ástæða til að gera eitthvað follow-up óskoðun? Þú gefur kannski meðferð í 6 mánuði, enginn er horfinn, þú bara líkur meðferðin og ekki neina follow-up, nei. Það er bara einhverju vafatilfellum eða fólk er ennþá með einkenni eða eitthvað slíkt sem maður myndi kannski gera, en ég gera það ekki þegar fólk er einkennalaust og búin með. Og ég segi fólki það gjarnan í upphafi, því að ef allt gengur vel, þá erum við ekki að því að fólk er alltaf með það í huganum að það hljóta þurfa að gera rannsókn til þess að skoða hvort það gengi yfir og vera fyrir vonbrigðum, en fólk vill rannsóknir já, og líf. það er það. En það er mikilvægt líka, þú veist, eins og segir, það er bara ekki bara að setja fólki á þynningús og svo bara kveðja, það þarf að fylgja eftir og ákveða meðferð lengt. Já, endilega. Af því að bínu eru snartíkinn að kalla ekki út ómun fyrir að á kvöldin eða einhverjum DT að gefa textan. Eftir sko að það? Nei, mér finnst það nú ekki, sko, ef þetta er bara svona tilbúinlega virkar ókompliserað djúpnumþrombósa. Það er sjúkling sem er stríðarlega mikið einkenni. Já, með legmasíu eða eitthvað slíkt að þá. Með kleksan eða leta bara inn på fíbur, allra fíbur. Hefur það einhver áhrif? Já, í fullum skömmtum viljum við náttúrulega telja það. Þú veist, við notum það náttúrulega, við hefum notað það, því að við teljum að það sé bara jafngilt og nota varfari þá bara í meðferðarskömmtum og það sé þetta ekki þægileg meðferð til lengri tíma því flestir náttúrulega eru ævilangt á blóðþynningu. Þetta meðin langlega Ég meina það, hvert að spá. Já, ég var aðeins svona brú. Já, ég meina við notum það, bridging og allt það. Annars erum við farin að brúa miklu minna í APIP heldur en við gerðum. Já, áhættan alltaf 6 daglega áhættan er náttúrulega mjög lág. Það er svolítið, ég ger aldrei svolítið víski reyning á AF, sjúklingur kemur inn 8 kvöldi fyrir og hann er innan rammans fyrir rafmyndingu, þá er hann svolítið gefið rétthefari og rafmyndaginn eftir, ég gerir það aldrei. Ef hann er utan rammans þá vélinda bóma ég og byrja svo með blóðþynningu strax og þá nota ég nóg og þau virka strax. En brúarmeðferðin til þess að aðgerðir og slíkt er mjög dregist niður. Það er eiginlega bara, með staflókum. það er bara, já, jafnvel það er sko, það er helst samt staflókum sem við brúum, en jú, það er alveg, þetta er alveg miklu minna. Ég datt í hug hvort að læknar, læknar getur sittið eftir braskamarsund, en fyrir þess að það kjærlega fyrir.